Hérna eru við með markahrællin, markárukki mikla Söndru Maríu Jessen. Sandra, þú ert búin að vera í veiðinu við Kolann í sumar að skora, en nú erum við að fá Blika í heimsókn á Þórshöll og þær eru nú ekki þekktari fyrir það í sumar að fá þessi mörg. Þær hafa bara þurft að segja boltann 3 í netið. Já, það hafa aðeins 2 stelpur skorað hjá Blikum í sumar á útivelli og það er bara skemmtilegt verkefni fyrir okkur hérna á morgun að ná að skora. Þetta er rosaleg áskorun. Já, svaka áskorun, en það er allt hægt. Sandra, Blikar eru búin að vera með 9 fingur á bikarnum núna í dálítinn tíma, þannig að það er ekkert leiðilegt að aðeins að slá á þetta, þannig að þetta kom ekki fyrir í síðustu umferð. Já, það er mjög skemmtilegt fyrir okkur að ná að senka sagan sjá og vinna þér á morgun. Það er alltaf alveg draumurinn og það er það sem við stefnum á. Sandra, okkur hefur ekki tekist að vinna hér á heimavelli síðan meistarárið 2012, þannig að það er komið tími til. Já, það er löngu komið tími til að sigra þér og það væri frábært að það er því á morgun. Og svo önnur tölfræði að þið hafið nú ekki skorað gegnum hér á heimavelli síðan 2013, þannig að það er alveg komið tíma á að fara að laga þetta fram á við. Já, við tallir að þetta verður erfitt verkefni, en við erum alveg tilbúin til að takast á það sem okkur kemur og við erum bara alveg fókusaðir í þennan leik og ætlum að gera okkur besta og vonandi skila það marki og jafnvel sigri. Sandra, það er kannski bara eins og landsliðin okkar bæði í fótbolta og körfubolta sem staðið í Ströngu. Markmið er aldrei neitt annað bara að ráðast á garðinn það sem hæstur og bara brjóta niður og það er eitthvað verkefni. Já, nákvæmlega, maður bara hafa trú á þessu, er alveg sýnt sig undanfari hjá Íslendingum í öllum íþróttum að við erum stór þjóð og það er bara að halda áfram og sýna að Akureyri er líka stór partur af landinu og standa okkur. Við erum stórasta byggðarlagi hérna út á landsbyggðinni. Já, það er það, við erum það. Sandra, þú ert til í verkefni? Já, alltaf tilbúin. Gangi ykkur vel. Takk.